Hæ, ég heiti Ívar, ég er osteópati og sjúkraþjálfari og ég er eigandi klíníkkeðjunnar OsteoNordic sem er stærsta osteópatíkeðja í heimi. Í dag langar mig aðeins að tala fóteyrðareinkenni sem margir líða svolítið af. Fóteyrðareinkenni eru svona krampi eða eirð í fótleggnum sem koma oftast þegar maður er svona í ró og næði. Fólk upplifir þetta oft þegar á kvöldin eða þegar þau eru að fara að sofa. Og það eru margar svona skoðanir af hverju maður fær svona fóteyrðareinkenni og það er engir svona sannanir fyrir af hverju það komi. Það eru stundum talað mikið að járnskortur hafi svona einhver áhrif á þetta. Það getur líka verið stundum ef að fólk líður á svona nýrnasjúkdómum eða öðrum sjúkdómum og svo eins og margar konur hafa upplifað undir meðgöngu, þá getur þetta líka komið. Sem osteópati þá kíkjum við aðeins á heildina, þannig að við kíkjum aðeins svona á hvaða ástæður getur legið fyrir til þess að svona einkenni koma fram, og þá kíkjum við oft á taugakerfið, við kíkjum líka oft á blóðkerfið út af því að þetta er svona þessi tvö kerfi geta verið í vandamálum þegar það er einhverjir sjúkdómar eða til dæmis með taugarnar ef það sé eitthvað upp í bakinu, en stundum líka getur verið út af bara svona functional ástæðum, og ætla að svona koma inn á þær núna. Niður í löppina þá erum við með taugar, og í kálfanum þá breytist setaugin yfir í tvær taugar, svona utanverðum kálfanum og svona innanverðum kálfanum. Á utanverðu það fíbulartaugin og innanverðu það er tibialtaugin, og það getur stundum verið mikið af ástæðum svona locally sem geta orsakað svona fóteyrðareinkenni. Stundum eru mikið af svona, ef maður er svona að snúa sig á ökklanum, allavega á tauginni á utanverðu kálfanum, að það getur orsakað mikið svona vandamál í taugakerfinu. Og svo getur maður líka kíkt aðeins lengra upp, það getur líka verið svona vandamál í baki, mjóbaki. Ef maður er oft með einhver svona vandamál það getur það líka verið ástæðan fyrir því, út af því að ef það sé eitthvað upp í bakinu þá getur það aukið aðeins tauga signals í niður. Og svo náttúrulega blóðakerfið. Oft er blóðæð ekki ástæðan nema að sé ekki blóðæðinni, og þá er ekki osteópati sem þú ert að fara til, þá þarf að fara til læknis. En það er oft í hinu æðakerfinu, bláæðakerfinu, að oft vandamál geta verið, eða í eitlum. Bláæðar og eitlar, það eru í líkamanum til þess að fá blóðið til þess að fara tilbaka til hjartans, og á því leyti þá þarf maður að nota vöðvana til þess að pressa blóðið tilbaka. Það er svona aðal mismunandi á bláæðum og blóðæðum, og blóðæður eru með hjarta til þess að
pumpa niður í löppina en bláæðarnar eru bara með vöðva. Þannig að oft fyrir fólk sem er að sitja mikið í vinnunni og kannski ekki alveg nógu góð að þjálfa, þá getur þetta verið svona eina ástæðan fyrir fóteyraðeinkennum. Stress getur líka verið mjög stór ástæða. Stress gerir það að verkum að taugakerfið það fer aðeins í svona verður aðeins meiri tens, þannig að allt í líkamanum verður aðeins meira tens og það er bæði sko vöðvanir, líka æðakerfið, það er líka allir allt sem er í löppinum sem verður smá meira tens, þannig að það getur gert að verkum að æðakerfið hefur aðeins svona verra við að svona skila blóðinu tilbaka. Ef að þér langar að lesa aðeins meira eða heyra aðeins meira fóteyraðeinkenni, þá höfum við skrifað bloggfærslu þetta inn á heimasíðunni hjá okkur. Það getur þú fengið góð ráð, þú getur fengið æfingar og líka lesið svolítið mikið ástæður einkenni og það meira. Takk fyrir.